Já, mér langaði að fjalla aðeins íslensku stjórnarskrána, þessa nýju, sem fólk virðist trúa eins og guðin af nýju nálinni. Ég tel að þessi stjórnarskrá sé ekki eins góð og fólk vil kannski trúa. Ég tel að þessi stjórnarskrá hafi ekki, hún tekur í raun ekki á neinu að grundvallar atriðum þess sem að almenningur vill að komi fram. Þess sem almenningur vill hafa stjórn á lífi sínu og atburðum. Við sjáum það að við höfum haft stjórnarskrá sem hefur verið kennt að hún sé mjög gölluð, en það samt ekkert farið eftir henni. Það alls staðar sagt sitt í lög og það virðist enginn átta sig á því að þessi svikapétur sem við erum í gangi með framkvæmdur í gegnum lög, í gegnum dómstóla, í gegnum embættismenn. Og þessi nýja stjórnarskrá gerir raun ekkert annað en bara festa það vald í sessi. Þannig að þeir geta verið miskunnarlausari með valdið. Það eru nokkur bandaríska stjórnarskráin, hún svona hálfgert undur í nútíma mannkynssögu. Þar var hópur af fólki sem var mjög sterk trúað, kristið, og það alls staðar sem að kristin þjóðfélag hafi verið byggð upp í heiminum, það blómstrar allt leið. Og það eru þjóðfélag sem allir vilja flytja til. Og þjóðskrá, stjórnarskráin, hún á að tryggja frelsi einstaklingsins. Að einstaklingurinn hafi til dæmis frelsi til þess að kaupa sér land og þar hefur hann frelsi til þess að stunda búrækt eða hann hefur leyfi til þess að grafa upp möl. Allir Íslendingar eiga fiskveiðiauðlindina sem ég hef komið hérna á í vídeó áður, hvernig þetta að leysa á einfaldan hátt. Og þannig að þetta byrjar allt með einstaklingnum. Það til dæmis munurinn á lýðræði og lýðveldi. Lýðræði þar sem að margir einstaklingar búa, eins og Íslendingar búa á Íslandi, og þeir ráða. Einstaklingarnir ráða. Lýðveldi, hins vegar, það þjóðfélag það sem að 51% getur sagt 49% að gera það hvað sem Og þá þessi 51% atkvæða, og við munum nú í síðustu alþingiskosningu hvernig getur farið fyrir þeim. Þannig við getum ekki treyst einu sinni kosningaúrslitum. Að það sé að endurspegla raunverulega vilja þjóðarinnar. En það sem að stjórnarskráin saknar líka tilfinninganlega að hún taki á þessum öflum sem ég var byrjað að segja á áðan, að þegar að fólk flúði til Bandaríkjanna eða var að flutt þangað, hvernig sem það gerist, þá var það að flýja lýðveldi eða svona konungsveldi sem ekkert svo mjög ólíkt. Það var að framkvæmda þess að mismunandi hátt. Það þýðir í raun að það mjög sterk elita sem stjórnar öllu kerfinu. Það stjórnar dómstólunum, það stjórnar háskólanum, það stjórnar alþingi, lagasetningunum, framkvæmdinni, lögreglunni. Það stjórnar öllu, þessi þrönga elitu klíka. Og þessi þrönga elitu klíka hef ég oft líkt við blóðsugu. Blóðsuga sem sígur allt úr líðnum, þess allum hinum. Konnistu líka 99%, 1% og allt þetta. Og þessi tillögur að þessari nýju stjórnarskrá taka ekki á einu einasta þessu atriði. Þannig bara verið að gefa svona gúmmistimpil á og þetta sé allt saman frábært. Og ef ég held áfram með bandarísku stjórnarskrána þá og ég nú kannski svolítið rugningslega núna að ég reyna að koma þessu frá mér, að það þetta bankaveldi. Það endar alltaf með því að það einhver sem á allt draslið, einhver elíta. Og sumir segja Vatíkanið eigi allt draslið og þessir bankstærar séu bara, það skiptir raun einhver máli, hver á dótið. Það sem skiptir máli að við nútíma fólk endurtökum ekki mistökin aftur og aftur. Til dæmis var það í Bandaríkjunum, það var engin skattur á tekjur fyrir 1913 þegar að bankamafía náði aftur völdum yfir Bandaríkjunum. Þá var stofnaði Federal Reserve og þá voru prentaði peningar í skuld. Alltaf þegar var prentaði peningur fyrir ríkið, þá
þá skuldaði ríkissjóður bankamafíum peninga eða páfaveldi eða hver það var. Og þetta gerist 1913 með lagasetningu og reynda var það allt gert í leynd og það var svona mikil svikastarfsemi á baki við þetta. Atkvæði voru keypt og fleira slíkt til þess að taka svipta Bandaríkjamenn frelsinu. Þá eru þeir bara komnir undir ákveðið vald og þeir verða bara að borga skatt sama hvað raular og tautar. Og meira sem hefur það verið notað í pólitískum tilgangi þar að koma upp núna að IRS hefur lagt andstæðinga núverandi stjórnvalda í skattaeinelti. Og það upplýst og staðfest. Og allt í þessari stjórnarskrá hérna talar alltaf talar stöðugt að með lögum þetta og með lögum hitt. Það náttúrulega, það endar alltaf í ákveðnu einræði. Að þeir skrifa lögin, og þetta er mafía. Og það til dæmis ekkert tekið á atriðum eins og leynifélögum, að alþingismenn megi ekki vera félagar í alls konar leynimafíum. Eins og frímúrarreglunni eða síónista dæminu eða einhverjum svona ógeði. Og hérna það mjög mikilvægt að dauðhreinsa lýðræðið, ekki lýðveldið, lýðræðið af svona öflum. Og það tókst í Bandaríkjunum með borgarastyrjöldinni upp að vissu marki. Þá tókst að losa þetta blóðsugudæmi í burtu og þjóðfélagi bara blómstraði upp og allir vilja flytja þetta til Bandaríkjanna. Og hérna, þetta ekkert tekið á þessu í stjórnarskránni. Og mér finnst þessi stjórnarskrá vera nánast að endurtaka bara mistök ofan í aldana rás. Og ég hef nú lesið hann yfir, frumvarpi til stjórnskipunarlaga eins og það kallaði þetta. Og það kemur bara strax í upphafi ákveðin blekking. Þar stendur að Ísland frjálst og fullvalda réttaríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Þetta í aðfararorðum stjórnarskrárinnar. Síðan kemur í 1. grein stjórnarskrárinnar, aðfararorðin hafa ekkert lagalegt gildi. Þar stendur Ísland lýðveldi með þingræðisstjórn. Við erum ekki komin í gegnum 1. greinina, aðfararorðina 1. greina, þá komin blekking í stjórnarskrána sem hlýtur að hringja einhverjum viðvörunarbjöllum hjá fólki. Nú síðan farið yfir töluvert af hérna farið yfir uppspretta ríkisvald og handhafa þess. Þar stendur allt ríkisvald sprettur frá þjóðinni. Sko, akkur heldur þjóðin ekki bara sínum völdum? Akkur þarf hún alltaf að sitja eitthvað frá sér? Sko, það mikið betra að þjóðin hafi bara sín völd. Íslendingar eru mjög vel menntaðir og klárt fólk. Það þarf enga aðra til þess að hugsa fyrir sig eða setja lög fyrir sig. Til dæmis veltiði fyrir ykkur bara að lög eru svo mikið spagetti, það skilur þetta ekki nokkuð maður. Lög þurfa að vera bara flóknustu lögin á Íslandi ættur en að vera umferðarlögin. Þannig ef að lög eru flóknar en umferðarlögin, endurskrifa þau virka ekki, allt of flókin. Og hérna, þannig ég vil ekki að þjóðin sleppi þessu valdi frá sér eitt eða neitt. Hugsa ykkur hruninu að þjóðin hefði haft valdið. Það geta sett alls konar lög til þess að verja heimili landsins. Síðan svona yfirræði, ríkisborgararéttur og síðan komum við í annan kafla, mannréttindi og náttúra. Sko, þar kemur aftur inn á ákveðið sögulegt samhengi. Þar þurfum við aðeins að fara í söguna aftur. Það var hérna upp úr aldamótunum 1800-1900, þá elitumafían eða New World Order af hvað viljum kalla þetta, þessi ráðandi öfl heimsins, þau skrifuðu 2 stefnur. Þau borguðu fólki til að skrifa 2 stefnur, önnur hét kommunismi og hinn hét fasismi. Eða kapitalismi eins og það heitir núna. Og hérna, þetta var fjármagnað og skrifað af sama fólkinu. Og þetta fellur líka undir vídeóhæða sem ég hef gert áður hægri vinstri blekkinguna. Þetta allt saman hannað í botn.
til þess að fá fólk til þess að rífast endalast hvort það hægri fólk eða vinstri fólk, hvort það kommunistar eða kapitalistar, sem skiptir raun einhver máli að það endar allt á einn veg, að elitan hefur öll völd og allar eignir í hendi sér. Og ef þeim líkar ekki, það er kannski einhver ennþá ríkir eftir landinu sem þeir eftir að þurrka upp af, þá bara kalla þá hryðjuverkamenn eða bara búa til eitthvað bullög til þess að hreinsa út í hótnin. Og það er mjög slæmt ef að við skiljum ekki að þessi náttúruismi, sko ég hlynntur náttúruvernd og ég vil raun taka náttúruvernd Indjána, sem að ég tel að hafi virkað mjög vel og ég tel að Íslendingar séu nær Indjánum heldur en margar aðrar þjóðir, því við höfum aldrei útrýmt fiskstofni. Það líður öllum dýrum mjög vel á Íslandi, tel ég. Og þetta nýjasti ismin sem fólk trúir á er náttúruismi. Og það svoleiðis búið að keyra á kynslóðina mína og þess frá því að sjónvarpið kom upp allavega. Það var búið að keyra náttúruisma heilaþvott í gegnum Disney, í gegnum alla teiknimyndir. Öll dýr eru þarna manneskjur. Og þetta er algjört rugl. Þetta er bara tóm steypa, sko. Sjálfsögðu eigum við ekki að drepa dýra óþörf, við eigum að veiða okkur til matar. Og talandi bara eitt í dýravernd, ég hitti Greenpeace menn í miðbæ Oslo og fór að tala við þá eða svona að rífast við þá. Og þeir voru að venda pólarbirni, eða svona ísbirni. Og ég spurði, akkur er þessu, hvað er með ísbirni, eru þeir að deyja út eitthvað? Já, þeir eru alveg að deyja út, sko. Og ég sagði, en hvað með hvalina? Fyrir 20 árum voru þið labbandi stræt og torg og segja, hvalina var alveg að deyja út. Já, nei, við erum alveg hættir í hvölunum í dag. Við komum ekki nálægt því. Og ég pressaði hann svolítið á með hvalina og hann bara, nei, við erum alveg hættir að skipta okkur af því. En ísbirninni, það er meira upp í norðurpólunum og þetta er alveg bara, norðurpólinn er bara hverfa eftir hádegi á morgun og þetta var allt bara að fara til á vestaveg. Og ég held að við samsæringar værum í þessari deil. En munið eftir því að það var líka selir, Birgit Bardot og fleiri voru alveg miklir selavinir. Hafið þið velti fyrir gullumins á hverju ísbirni lifa? Jú, þeir lifa á sel. Og fólk er blekkt með þessum náttúrisma. Þessum kommunismi og kapitalismi eru blekkingar líka. Náttúrismi snýst ekkit náttúruvernd. En það sjáu að þessi stóru náttúruverndarsamtök ekkit að skipta sér af náttúruvernd. Þeir eru að skipta sér af í pólitískum tilgangi. Og til dæmis með hvalveiðar Íslendingar, það hefur alltaf verið pólitískt mál, það hefur ekkert með náttúruna að gera eða raunvísindi. Og þessi náttúrismi, og þar erum við komin út í Agenda 21, við erum komin út í loftslagsbreytingarnar, þetta er allt saman framleitt af New World Order og er allt saman meira og minna lega spunni og vitleysa. Þetta er engin vísindi frekar en ég veit ekki hvað. Og markmiðið með þessu er að ná stjórn. Og við þurfum ekki annað en að fylgjast með til dæmis í Bandaríkjunum, það sem að er svoleiðis verið að brjóða, þar er ákveðin glíma í gangi. Þar eru sett svoleiðis lög viðbjóðsins, hægri vinstri, að það hálfa væri nóg og þar með allir nota þessi náttúrismi og lykilorði núna þeir komst að þeir gátu ekki nota lengur þetta global warming, það var gjörsamlega búið að afsanna það vísindalega af öðrum vísindamönnum sem stóðu upp og sagði þetta var rugl og þá fóru þeir að svona hætta með þetta, alveg svo Greenpeace mennir svona hætta með hvalinn, það var svo erfitt pólitískt, það voru svona sterkar þjóðir eins og Ísland og Noregur sem stóðu fast á móti og það fóru svona yfir í ísbirnina. Og hver er aftur að það er enginn sem að vera ísbirnina? Það má bara, Greenpeace er voða mikið í friði með sína vitleysi kringum ísbirnina, fá gamlar ekkjur til þess að gefa þeim fullt af peningum til þess að venda einhverja ísbirni sem eru bara í góðum málum. Og sjálfbærni, Agenda 21 og sjálfbærni, þetta hefur verið notað í Bandaríkjunum til dæmis og víðar, en frægustu dæmi, það fyrir allt strax í sérsveitir í Bandaríkjunum, að það eru fólk sem voru bændur sem áttu land, stórar marga akra landi og var ríkt fólk. Svo voru einhverjir svona hóteleigendur og verktakar og byggingakallar sem vildu eignast þetta land. Og þá fara þær ekki til fólksins og segja að við viljum kaupa af ykkur landið á réttlátu verði. Nei, þeir fara til stjórnmálamannanna og þeir segja, heyrðu,
þetta land verður að friða út af náttúrunni. Það eru fuglar sem búa hérna. Já, við verðum að gera þetta þjóðgarði eða vassverndarsvæði eða þetta eða hitt og engin vísindi á bakvið, akkurat engin vísindi. Og fólki var ekkert að vinna neinu náttúruspjöllum eða neitt slíkt. Síðan eru samþykkt lög eða samþykktir eða hvernig þetta er gert pólitískt og formulega. Og það er samþykkt að þetta svæði skuli vera vassverndarsvæði eða náttúruverndarsvæði í nafni sjálfbærni eða gróðurhúsaverndar eða að því að öll dýrin í heiminum eru að útrýmast, ekki út af skordýraeitri náttúrulega eða örbylgjum. Og og þá er þetta land, þá semst eru komið lög fyrir því að það megi taka upp landið af þessum fólki. Og það fær síðan einhverja bætur sem eru yfirleitt mjög lágar, nánast engar bætur. Síðan líða nokkur ár, þetta fólk er flutt annað, kannski 5 ár eða 10 ár eða einhver x ár. Þá er lögunum breytt og þessir aðilar sem mútuðu stjórnmálamönnum kaupa upp landið á bara smáaura. Og þannig er þetta misnotað fullkomlega. Og það eru engar varnir við svona í stjórnarskránni nýju tillögunum. Þannig að það sem er í gangi í heiminum, það er bara eins og þetta fólk sem að skrifa þess að stjórnarskrá hafi ekki verið neinn tengslum við raunveruleikann. Eða bara það sem er að gerast alls staðar út allan heim. Það er allir að vera brjálaðir út af hverju. Og Ísland áttu ykkur því, Ísland er ekki langt undan. Að það verður allt brjálaðir. Ísland keyrir í mjög slæm mál. Það verður mjög vont að búa á Íslandi ef það heldur áfram sem horfir. Nú síðan er fullt af svona litlum atriðum sem hættir að misnota alveg hrottalegan hátt. Svo er annað sem að ég tek eftir, þið munið eftir þegar að byrja var að tala fóstureyðingar. Þetta væri nú bara einhver svona litlir frumumassar sem ættu raun engan rétt til lífs. Og er kafli sem heitir réttur til lífs. 7. greinin segir. Og þar stendur allir hafa meðfæddan rétt til lífs, sem þýðir að það má drepa börn frá getnaði fram til fæðingar. Og ef við förum aftur til Bandaríkjanna þá nýbúið að dæma læknir fyrir að nýfædd börn, og það samkvæmt þessari grein þá er barn ekki fætt fyrir að það er alveg sleppt allri snertingu við fæðingaveginn og hugsanlega sé búið að klippa naglastrenginn. Fram að því er það fæðing. Og það hefur verið stundað í Bandaríkjunum að milljónir barna drepa þannig að það stungi með skærum aftan í nakan snöggt á fæðingaborðinu. Og þar með barnið dautt. Og þið munið eftir það fóstureyðingar byrjun alltaf við hinni kristnu trilltust alveg leið að við berum fullkomna virðingu fyrir lífinu frá getnaði. Og það öll þessi myrkraöfl sem ég er að tala Protocol of Elders of Zion, Illuminati-hreyfingin, djöfladyrkandarhreyfingar, allir þessir aðilar dyrka dauðan, ekki lífið, þeir dyrka dauðan. Þess vegna sjáum við alltaf einkenni af dauðadýrkun þegar að hlutinir eru að fara mjög, mjög illa. Og dæmi þetta er að það eru svona það sem við kallum think tanks eða social engineers, þjóðfélagsverkfræðingar, hvað vil kalla þetta. Og þessir þjóðfélagsverkfræðingar komu upp með á sínu tíma og þetta er líka eugenists, þetta er fólk sem vil útrýma mannkynið og bara slátra sem flestu fólki. Og þetta eru svona sömu öfl og komu með fóstureyðingarna í upphafi og kendu fólki þetta væri bara frumumassi, þurfti enga virðinga bara fyrir þessum lífum sem þarna. Eins og við vitum að þú setur frosk í sjóðandi vatn og setur hann í kalt vatn og byrjar að kynda undir. Og sama er með þetta fóstureyðingadæmi, það að kynda meira og meira undir. Og núna eru þessir þjóðfélagsverkfræðingar eða social engineers, þeir eru núna farnir að tala að after birth abortion eða eftir fæðingu fóstureyðingu. Og þeir vilja teygja það til 3 ára aldurs. Ég er ekki að grínast. Þetta hefur komið fram frá þessir spekingar eru studdir af Rand Corporation, Carnegie sjóðunum,
ég veit ekki hvað og hvað þetta heitir. Og þessir þjóðfélagsverkfræðingar vilja sem sagt fara að drepa, eyða lífi upp til 30 ára aldurs. Og þessi grein hérna, réttur til lífs, alveg í synki við þetta. Þetta stemmir alveg við þessa hugsun og það alltaf verið að lengja og lengja réttin til að drepa. Og svo þurfum við átt okkur að þessir spekingar eru líka búin að tala spektrumið hinum einn. Þú ert 60 ára, sprautaði í arminn og þú ert dauður. Og þetta fólk gjörsamlega sturlað. Þetta bara svipað að vera vakna upp bara í Jonestown. Veit ekki hvort þið muni eftir þeim kultsöfnuði. Og þessi kultsöfnuður hefur búin að dreifa sér út allar menntastofnanir og stjórnmál. Þetta fyrst vera bara komið, þetta bara búið að dreifa sér út allt stjórnkerfi Vesturlandana. Og þetta fólk gjörsamlega sturlað og hefur það eitt að markmið að útrýma vanginni. Og þetta sé ég endurspeglast hreinlega í þessari stjórnarskrá sem við erum með hérna. Nú síðan alls konar svona tricks. Það svona eins og stjórnvöld ber ætíð að vernda almenning gegn mannréttindabrotum. Hvort sem heldur að handhafa ríkisvaldið annara. Ég get sagt ykkur það, ég var staddur í afmælið þegar ég var í stjórn hagsmunasamtaka heimilanna. Og þar var einn bankastarfsmaður í afmælinu, vissi ekki að ég var í stjórn. Og hann var að tala hagsmunasamtök heimilanna, þessi nýstofnuðu samtök. Og hann saði blákalt, þetta eru hryðjuverkasamtök. Og var að dreifa þeirri sögu afmælið að þetta var hryðjuverkasamtök. Svo hvítnaði hann alltaf fram að það komst að ég var í stjórn og var staddur og hafði heyrt allt þetta bull í honum. Þannig að hver skýrgreinir mannréttindabrotin? Og svo má ekki eru alls konar greinar að almannahagsmunir, allt þetta sem allt gott og blessað, eins og náttúruvernd og góð og blessuð, með náttúruverndarismi tómt rugl. Og svona alls konar, við sjáum bara NSA og í Bandaríkjunum og þetta allt saman komin í brjálað rugl þar. Og á Íslandi sjáum við tiktúru til sömu lögregluríkis uppbyggingar og hefur átt sér stað í Bandaríkjunum. Og ég ætla nú ekki að fara að nefna önnur ríki í mannkynssögunni sem hafa byggt svona upp. Til dæmis vilja stjórnvöld nú þjappa saman öllu valdi í ríkislögreglustjóra. Það sé bara eitt embætti allt land. Eitt sýslumannsembætti, eitt ríkislögregluembætti. Og nú vilja það fara að vopna við lögregluna með rafmagnsbyssum og fleiri slíku. Það var alltaf komið sérsveit, það komið skriðdrekar. Og Íslendingar eru bara gjörsamlega steinsofandi, ef ekki nema að þeir séu heiladauðir af öllu flúorunni sem búið að dæli þá. Síðan ef ég blaða áfram, þá líka til dæmis annað sem hérna líka svona alls konar eins og eignaréttur friðhelgur. Við vitum það í dag í stjórnarskránni, þá eignaréttur friðhelgur. Og í öllum mannréttindasáttmálum sem Íslendingar aðilar þá eignaréttur friðhelgur. En við sjáum nú hvernig hefur gengið að vernda eignarétt almennings í landinu. Ef að fólk þarf aðeins að vita hvað debet og kredit ef að einhver á 100 krónur og hann skuldar 50 krónur, síðan þá á hann 50 krónur, ekki satt. Síðan beitt ólöglegum, ósiðlegum og þau eru reynda svona mörkunum með að vera lögleg, það túlkunaratriði, það eitt dæmi það. Að þú átt 100 kall og skulda 50 kall. Síðan með ólöglegri lánastarfsemi, það sem að allt kerfið, háskólinn, alþingi, dómskerfið, all lögfræðimafían, búin að samþykja það að lánin geta með glæpsamlegum hætti hækkað í 100%. Það brot á friðhelgi eignaréttar. Og það það sem að fólk virðist bara einhvern veginn ekki það svo heilað við. Það tengir ekki einu svona 2 + 2 eru 4. Það bara, það 5. Það var háskólaprófessor sem sagði að það væri 5 og það var erlendir ráðgjafar sem sagði að þetta væri 5. Það ekkert þannig.
verðtryggð lán og gengistryggð lán eru ólögleg lán og þau eru brot á friðhelgi eignarréttar. Þannig að í dag er kerfisbundið með lögum og leikmönnum eða virðingamönnum, elítunni, þá er verið að upphefja eignarrétt almennings. Þess vegna er svo mikilvægt að hver og einn borgari hafi sinn rétt. Ég vil til dæmis að borgaralegi réttindi gangi svo langt, ég geti keypt mér 1000 fermetra land og þar er ég friðhelgur. Ég get tekið regnvatn, býðið bara, það á eftir að koma lög á Íslandi og þannig að ég vil líkur það sem að bannar að safna regnvatn. Að ég get safnað mínu regnvatni eða lækur sem að rennur í gegnum landi hjá mér, þá hefur rétt til þess að nýta hann. Og svo er annað sem kemur hérna fram með í þessum náttúrisma, það er að banna að nýta undir yfirborðið jarðar. Þetta er hérna allir í Svíþjóð, algjört rugl. Ef ég á land og vil taka smá grús og selja hana eða nota hana, þá þarf ég að fá einhver leyfi fyrir því á stjórnvöldum. Þetta er mitt land, bara verið úti, sko. Og þá erum aftur komin inn á þetta lýðveld og lýðræði. Það er svo mikilvægt að lýðræði, að það sé sjálfstæði einstaklingsins. Og lögin, skattarnir, allt þetta eru kúgunartæki sem kerfisbundið er verið að beita á fólk til þess að gera það fátækt. Sem að þýðir að þá verður einhver annar ríkur. Til dæmis sem þetta dæmi 100 kall, þú átt eitthvað sem kostar 100 kall, skulda 50 kall, svo skuldar allt í 100 kall. Það er eitthvað sem græðir þennan 50 kall. Og það er eitthvað sem eyðileggur lífið þitt. Og það eru stjórnvöld, það er þessi mafía sem ég er að tala um. Og þessi stjórnarskrá gerir akkurat ekkert til þess að leysa það. Og ef ég vitna aftur í bandarísku stjórnarskrána, þá verður allt sturlað þegar talað um Second Amendment, eða aðra greinina. Þar sem að ef ég lesa hana bara upp hreint og klárt, þar ef ég lesa hana á ensku, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Það eru 2 ríki í heiminu sem að hafa þetta hugtak, militia. Bandaríkin er verið að demonisera það, því það er ákveðin innrás í Bandaríkin. Þessi New World er alltaf yfirtaka Bandaríkin. Og svo er það Sviss. En Sviss er hæli bankamafíunar, þannig að það er ekki tala. Í Sviss er það þannig að hver einasti borgar í landinu er með læstan öryggiskáp og þar inni eru hervopn. Það er alvöru vélbyssur og fallbyssur og allt sem þú þarf til þess að drífa því í smá stríð. Og þetta er eitt af þessum lykilatriðum sem að þeir sem að skrifuðu bandarísku stjórnarskrána áttu þessu á. Það er ef að stjórnvöld eru með allan hernaðamáttinn og varnamáttinn, þá fer það alltaf illa. Þá er fólk hrætt við stjórnvöld, þeir geta drepið þig ef þú ert með einhverjum stæla. Þeir sem að fundu þessa stjórnvöld, og New World Order hatar bandarísku stjórnarskrána meira en ég veit ekki hvað, að þeir sögðu líka móti ef að fólkið er með vopnin, militia, sem litlar herdeildir og þeir þjálfa og þetta er allt saman eins og smurðvél, að þá er stjórnvöld drullur hrætt við fólkið og það er þannig sem lýðræði virkar. Það er fullt af einstaklingum og sterkum fjölskyldum og heimilum sem að stjórnvöld eru drullu hrætt við. Það eru Bandaríkin sem allir eru að tala um. Það er eiginlega merkilegasta þjóðfélagstilraun sem að framkvæmt hefur verið á seinni tíma mannkynssögu og er alveg einstök. Nema það að það hefur spilst rosalega mikið. Þetta módel sem var í upphafi. Þetta er eiginlega orðið tómt bull í dag. Þannig að ég vil eiginlega í sambandi við íslensku stjórnarskrána, ég vil byrja alveg upp á nýtt. Og ég vil byrja á því að hugsa hvað er grunnurinn? Hvað er grunnurinn af þjóðfélagi eru einstaklingar, einn og einn, sem að síðan mynda einingar, sem eru fjölskyldueiningar, sem eru þá 2 eða ég held að sem ekki hafa fjölskyldu farin 2 eða svona.
það eru sterkar fjölskyldur og það annað sem svo merkilegt sem endurspeglast í öllum ritum þessara mafjósa, Illuminati, Illuminati og frímárreglan sama dæmið, Elders of Sion og svo vidare, þetta lið allt með á stefnuskrána að brjóta niður fjölskylduna. Fjölskyldan ógnar einræðisherrum. Sterkar fjölskyldur ekki gott fyrir. Og þessi stjórnarskrá sem við erum að horfa upp á núna, ef ég ætlaði að vera einræðisherra, ef ég var að vinna hjá New World Order og ég hefði umsjón að setja Íslendinga í þrælabúðir, þetta væri mín drauma stjórnarskrá. Þetta stjórnarskrá sem ég myndi óska eftir að yrði samþykkt ef ég væri að vinna hjá New World Order eða þessum stóru heimsöflum sem ég var að lýsa. Það viljum við absolutt ekki að komi fram eða staðfestist á Íslandi. Þetta svo rosalega, þetta stjórnarskrámál svo rosalega stórt og já, ég nú bara að gera þetta svona korteri í sólinni, að stela tíma frá fjölskyldinni. Ég ekki eins og Carnegie eða Rand Corporation eða þessi risa aðilar sem eru búin að lýsa því yfir að þeir ætla að eyða 95% af mannkyni. Þeir ætla að setja allan hnöttinn í þrældóm. Það verða allir þrælar á þessari planetu. Það verður pínulítil eilindumafja og svo við öll hin. Og eins og með þetta fóstureyðingadæmi að drepa börn til 30 ára aldurs eða eyða þeim, fóstureyða þeim, hvernig það þeir eru, og þessna þar kemur náttúrismin til dæmis inn í að náttúrismi flestir halda það sé til þess að dýrin hafi svona mannréttindi, það snúist það blekking, það snýst það að við förum niður á réttindi dýrana. Við höfum enga meiri réttindi heldur en maurar eða kakkalakkar. Við séum raun og öll kakkalakkar nema fólki sem í elitumafíðinni. Það álítið sig vera guði. Í alvöru, það fólk telur sig vera komið í guðatölu. Þetta fólk fullkomlega sturlað. Þetta fólk í sömu stöðu og fólki sem var í Jonestown. Hvet allar til þess að kynna sér Jonestown. Og sérstaklega fræga myndi, kannski sitt link á hann fyrir neðan. Það sem skilti sem segir ef þú lærir ekki af fortíðinni þá máttu ef þú lærir ekki af sögunni þá máttu endurtaka mistökin. Og þetta voru risa mistök í þessum söfnuði, þessum kult söfnuði. Og það óhugalegt hvað mikið endurspeglun á milli þeirra það söfnuðar og þessa söfnuðar sem að yfirtaka heiminn. Endilega, ef þið viljið, þá megið þið styðja mig. Ég hefði áhugað að gera meiri vídeó og helst vildi ég vera með svona Carnegie sjóð, þar sem ég hefði milljarða úr að spila. Geti fengið fleira fólk til að hjálpa mér og fleira slíkt. En það verður nú sennilega ekki í þessari viku. Það eru leiðið bara takk fyrir og bless.